daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum að fjalla ýmis mál hér á eftir. Við ætlum að fjalla verkalýðsmál með Sólveigu Önnu Jónsdóttur sem að bjóða sig fram til formennsku í Eflingu. Við ætlum að fjalla fjölmiðlaskýrsluna sem að kom út í vikunni með Elvu Ýr Gylfadóttur, framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar. Það ber reyndar ekki að rugla saman fjölmiðlanefnd og fjölmiðlanefnd. Þetta eru tvö ólík batteri, það skýrist nú á eftir. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Ólafi Ísleifssyni, alþingismanni, Eldar Haubens sem varaformaður Vinstri grænna frá Akureyri, Söru Óskarsson sem varaþingmaður, myndlistamaður og varaþingmaður Pírata, og Eyþór Arnalds sem sigraði mjög glæsilega í leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins í gær. Til hamingju, Eyþór, ég ætla að byrja á þér. Þetta er gríðarlegur sigur, 60% atkvæða, það ekki? Jú, þetta var mjög meira heldur en maður gat gert sér vonir og greinilegt að þessar áherslur sem ég var með að þær höfðu hljómgrunn á fólkinu. Þannig að ég var mjög ánægður með það. Þakkláttur. En hvað gerist næst? Ég meina nú þarf flokkurinn að stilla upp lista svona á bak við þig. Já, og það er kjörnefnd að störfum og allir geta komið með tillögu að því að þeir verði á lista og kjörnefnd fer síðan yfir það og vinnur úr því. Og hefur þú áhrif á það hvernig þessi listi verður skipað? Ég til að úrslit prófkjörsins hljóta hafa einhver áhrif en kjörnefndin, ég virði störf hennar og ég hef alltaf haft á skoðun að frambjóðandi, hann ná ekki að ráða of miklu, hann ná líka að hlusta. Já, en segðu mig, hvaða málefni heldur þú að verði kosið hérna í borginni vor? Ég held að verði kosið breytingar, hvort að fólk vilji óbreytt ástand eða breytingar. Ég held að verði kosið samgöngumál, því að fólk sérstaklega í Austurborginni er fast á leiðinni í skuttlið, er ekki lengur skuttl, það er langferð og þeir þekkja það sem 44 mínútur, kannski að fara á milli staða. Ég held að líka hafi verið kosið íbúðamál, því að fasteignaverð er orðið mjög hátt. Ég held að þurfa að finna leiðir til þess að lækka verð eða semst að ná hagstæðari kostum fyrir þá sem svo fleiri geti eignast húsnæði og búið í borginni. Það er innan við 1% fjölgun í borginni og það er vegna þess að hér er dýrt að vera. Ég held að leikskólamálin séu eitt af málunum. Ég talaði fyrir því að leikskólanir séu fullmannaðir. Við þurfum að finna leiðir til þess og svo í skólanum þá held ég að við þurfum að efla grunnskólan og ekki síst læsið, vegna þess að íslenskan á undir högg að sækja þegar að Facebook, YouTube og annað er. Þetta séu svona kannski þau mál sem ég horfði á í upphafi og ég held að þau eigi hljómgrunn hjá íbúum og þetta er svona bara skynsemi stefna. En nú er þetta alveg langt, síðan Sjálfstæðisflokkurinn, náttúrulega það er, ég man dálítið langt eftir og þú varst orðaði við þetta árið 2002, ég man rétt. Alveg hárrétt. Og það var talað um því sem borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins. Já, það má segja að það hafi verið hlé þarna í 15 ára. Já. Og það átti að vera leiðtogaprófkjör í 2002 og ég og Inga Jóna, Júlíus Vífill vorum þarna. Já. Ég var þá varaborgarfulltrúi. En niðurstaðan var uppstilling og Björn Bjarna leiddi listan. Núna er farið í þetta leiðtogaprófkjör og ég var nú ekki viss að ég færi í þetta. Það var nú bara alveg á síðustu stundu sem að ég ákvaða að fara og ég er mjög ánægð með þá ákvörðun í dag. En það er aldrei langt síðan Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið nálægt, því að hann satt náttúrulega við völd þarna í samstjórnarstjórn með Framsóknarflokknum um tíma, en hann náttúrulega, Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að fara að ná meirihluta í borginni, það er nú svona eiginlega óhugsandi nú við þessar aðstæður, þó að þú fengi gríðarlega meðbyr, þá þarf mikið til þess, en sérðu einhverja leið til að Sjálfstæðisflokkurinn komist til valda hérna? Já, algjörlega. Ég held að það verða nú eitthvað 10-12 framboð kannski hérna í vor og fjöldi borgarfulltrúa verður meiri. Ég held að við getum unnið, ef við erum með þessar áherslur sem ég er að tala fyrir, þá getum við unnið með hverju sem er í sjálfu sér, svo lengi sem þeir geta unnið með okkur. Og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við stefnum að ná fram breytingum hér til góðs. Íbúarnir eru okkur sammála, tel ég, og við munum bara vinna góðum málum. Við náttúrulega nefna eitt mál og svo förum við og gefum fleirum orðið. Það er staðsetning sjúkrahússins og þetta er viðkvæmt mál. Búið að dragast vonuviti, miðflokkurinn, því miður voru allir, og það var allt í góðu en allir í miðflokknum voru bara í burtu núna um helginni. Ég hefði gert að vilja fá einhvern úr miðflokknum til að tala, af því þeir eru náttúrulega mikið með þetta mál. En hvernig er með hvaða afstöðu myndu taka til sjúkrahússins? Ég tel að það sé misráðið að hafa svona gríðarlega stóran vinnustað í miðborginni. Þessi hugmynd er náttúrulega gömul en það hefur margt breyst síðan hún fór á stað.
Ég held að það ég að skoða þann möguleika að stór hluti áformanna fari eitthvað annað, til dæmis á Keldur eða á Vífilsstaði. Þetta bæði umferðarmál, því að þetta mun valda gríðarlegum vandræðum í umferðinu og ekki á það bætandi. Ég held að þetta geti líka valdið manneklu á spítalanum, því að ef að fólk á erfitt með að komast á spítalan og heim til sín, að þá mun það hugsanlega velja sér önnur störf, og við sjáum hvernig manneklan í leikskólanum. Það bæði launamál en það líka önnur mál sem að valda því. Ég held að þarna getum við verið að sjá bæði skipulagsslys, umferðarvanda og mögulega hefur þetta áhrif á mönnun á spítalanum. Þannig að ég held að það væri mjög skynsamlegt að reyna að skipta álaginu. Hluti af umferðarvandanum eru skipulagsmálin. Það allt og mikið af atvinnustarfsemi í miðborginni og íbúðirnar eru í úthverfunum. Þannig að þegar við horfum til dæmis á drónamyndir af umferðinni, þá er það þannig að það eru stíflaðar umferðaræðar inn í borgina á morgnana og stíflaðar út úr borginni í seinnipartinn, en það sem vekur athygli mína er það að hinar akreinar eru tómar. Þannig að hámarksnýtingin er 50%, 55%. En sko, nú ertu raunin að komast, sko, ég meina vel að ríkisstjórnin er ákveðin í að hafa spítalan þarna. Já, hann er náttúrulega þarna, en ég er bara velti við mig hversu mikið á að stækka. Já, og svo náttúrulega allir sem varðandi borgarlínuna, þá hún er í stjórnarsáttmála og sveitarfélögin í kring. Já. Í stjórn Sjálfstæðismanna eru líka fylgjandi borgarlínu. Já, borgarlínan er hugmynd sem ég tel að ég að skoða sérstaklega til að tengja til dæmis Garðabæ, Kópavog við Reykjavík eða Mosfellsbæ. En hún er ekki brýnasta málið fyrir Reykjavík. Í Reykjavík þá þarf að ráðast í stór átak í vegamálum á næstu 4 árum í samstarfi við ríkið og leysa umferðarhnútana. Það þarf að gera umferðarmódel, finna flöskuhálsana og leysa þá. Ég held að ég líka fari Skerjabraut sem losar Kringlumýrarbrautina undan umferðarþunga, búið til hringtenging á höfuðborgarsvæðinu og leysa þessan hnúta með skynsamlegum hætti. Það verður að fara í það nú næstu 4 árum. Ok, nú ert þú búin að eiga sviðið í dálítinn tíma og við skulum byrja þessar umræðu. Hvað segir að byrja þess á borgarlínunni? Þætti ykkur skynsamlegt að draga þar úr? Að keyra það áfram, Sara, hvað heldur þú? Já, mér finnst það að vera mjög þarft raunverulega og líka fyrir Reykjavík. Sko, Lilja Guðríður Karlsdóttir sem var í viðtali hjá þér daginn, að hún er búin að horfa á borgina eins og þú talar og sjá og sirka út hvar umferðarhnútarnir eru, og þetta er lausn við þeim vandamálum. Og eins og hún sagði þá hún sagði maður byggir sig ekki út úr umferðartöfunum. Það þjóðirnar í kringum okkur margbúin að reyna það og það er bara ekki það sem virðist virka. Borgarlínan er eitthvað sem við höfum tækifæri núna til að koma og hrinda af stað og væri stórkostlegt fyrir Reykjavík. Bæði þetta tengir saman svæði sem eru núna bara mjög erfitt kannski að komast á milli, eins og segir í Austurborginni, það er þarna. Já, en nú gengur hún ekki upp í Árbæ. Hún á ekki að fara upp í Árbæ. Og þetta er bara mikið þarfaþing. Þetta er framtíðar ferðamáti fyrir okkur og við höfum að nota þetta tækifæri núna. Ólafur, þið bjóðir væntanlega fram í borgarstjórn Flokks fólksins, er það ekki? Ætlið ekki að koma frambúði? Ég á von á því. Já. Eru þið með einhvern kandidat í sjónmáli? Við erum með mjög gott fólk í sjónmáli, já. Já, getur þú upplýst eitthvað það? Ekki á þessu stigi. Ekki á þessu stigi. Hvað segir þessi máli? Þetta tengist náttúrulega vissuleyti borgarlínan og spítalinn. Vissulega, og við höfum nú lagt mikla áherslu á staðsetningu spítalans í Flokki fólksins og það er mjög áberandi að það er forsendur sem að liggja raunverulega til grundvallar þessu staðarvali og vísa þá til fjölmargra skýrslna sem að vísað til jafnan þegar þessi mál uppi. Forsendur varðandi aðkomu, umferð, bílastæði og svo framvegis, að þær eru ekki fyrir hendi. Þær eru bara ekki fyrir hendi. Þannig að það virðist stefna í það að þetta séu eins og sérfræðingar í skipulagsmálum og læknisfræði hafa bent á til að mynda á vettvangi samtaka betri spítala á betri stað að það virðist vera mikil hætta á því að hér stefni í hrein mistök og þá sagt að þetta er fullfjármagnaður spítali
En ég meina að mistök er ekki betri fyrir þá sök að þessu full fjármögnuð. En nú benda menn á að það myndi taka bara svo óskaplega langan tíma að fara að byggja þetta upp, fara að breyta þessum ákvörðunum. Þetta hefur tekið, það búið að taka næstum 2 áratugi bara og það er eiginlega ekki byrjað að byggja af einhverjum ástæðum. Það myndi taka svo langan tíma að fara Sko, ég var svolítið undrandi verði að viðurkenna á heilbrigðisráðherra í þeim umræðum sem átt sér stað á Alþingi í vikunni, í liðinni viku. Já. Þetta staðarval, þar sem að ósköp einfaldlega er verið að fara fram á það af þeim sem að leyfa sér að hafa þarna uppi gagnrýnisraddir, að það fari fram fagleg staðarvalsgreining, eins og það mætti sem best heita. Já. En þá var ég svolítið undrandi á því að hvað heilbrigðisráðherra sko taldi nauðsynlegt að grípa bara í eitthvað neyðarhemil hérna og heldur því fram í umræðunum að þetta myndi tefja byggingu spítalans um 10 til 15 ár og spyr hvort að þeir sem að leyfa sér að hafa upp þessar gagnrýnisraddir sem að er ekkert annað en að benda það að þær forsendur sem þarna liggja til grundvallar sýnast ekki vera fyrir hendi og spyr hvort að þessir aðilar vilji vera teknir alvarlega. Edvard, þetta er náttúrulega heilbrigðisráðherra úr þínum flokki og ríkisstjórnin. Hún er ákveðin í að hafa spítalana þarna virðist vera. Jú. Sko það er náttúrulega eins og Ólafur bendir á, það uppi gagnrýnisraddir og þær hafa alveg heyrst og hafa heyrst lengi og munu heyrast áfram ævilega í svona stórum og flóknum málum. En sem sagt, baki líka þessu staðarvali og baki líka þeirri uppbyggingu sem eru þarna er líka mikil greining og vinna. Á vefsíðunni í Landspítali þá getum við farið alveg ofan í sauman á því hvað er þarna búið að vera. Það er búið að leggja mikla hugsun í það sem þarna fer fram. Nú bendir Ólafur á að ekki séu forsendur fyrir hendi. Það má vera sko ef við ætlum að halda forsendunum eins og þeir eru í dag. Það er að segja ef við ætlumst til þess að það fari hver og einn einasti maður þarna niður eftir í sínum einkabíl og allt það. Og þess vegna vil ég tengja þetta eins og Sara benti á við borgarlínuna. Það er að segja nú verður bara mass transit system sem við byggjum hérna í borg framtíðarinnar sem er einmitt byggð svona á þessum spís hérna, á þessu nesi. Og þar er ekki bara Landspítalinn sem stór vinnustaður, heldur líka Háskóli Íslands og margir fleiri vinnustaðir niðri í miðbæ og mikil eftirsókn eftir að komast þangað, nú líka stærsti ferðamannastaður landsins miðbærinn. En það þarf að færa fólk þangað með miklu skilvirkari hætti heldur en er í dag. Og það er ekki skilvirkt að færa fólk þarna niður eftir í einkabílum. Við þurfum að byggja upp mjög öfluga línu, svona hryggjarsúlu, en út á þetta nes til að tengja saman. Og það hangir saman við þá breyttar forsendur undir staðarval á Landspítalanum að einhverju marki. Myndi ég líta á, það hengi þetta saman. Vandinn við borgarlínuna sem lausn í þessu máli er það að eins og hún er skipulögð þá fer hún ekki upp í Árbæ. Bendir á það, já. Hún fer ekki upp í Norðlingaholt og hún fer ekki upp í Grafarholt. Þannig að en það er ekki alveg búið að ákveða sko, það er búið að leggja fram ákveðna tillögu og þessi 75 milljarðar sem við verið að tala byggjast á því. Þannig að ef við ætlum að fara lengra með þetta þá skulum við leggja spilin á borðið hvað það kostar. Ég bendi á lausn eins og Skerjabraut þar sem að fólk í nágranna sveitarfélögunum, Garðabæ, Kópavogi, Álftanes og annars staðar gætu ekið inn í miðborgina án þess að fara gegnum Kringlumýrarbraut og ég held að þetta myndi gera miklu vistvænna spor að þú styttir ferðamátann kannski 40 mínútum í 10-15 mínútur. En það er náttúrulega spurningin, svo er náttúrulega einn fíllandi í stofunni, nú er í tíska tala fíla í stofunni og það er hérna flugvöllurinn sem er þarna líka og hann getur náttúrulega, það var náttúrulega í þessu skipulagi ég hef gert ráð fyrir byggð á flugvallarsvæðinu með kannski 20.000 manna byggð og það er náttúrulega myndi breyta alltaf forsendum fyrir en svo er flugvöllurinn ekki að fara býta og það er náttúrulega ekki hitamál fyrir einhver Akureyri. Já og alla landsmenn og það er náttúrulega annar vandi sko, við erum búin að tala um borgarlínu og hvernig við færum þá borgina inn í miðbæinn og þessi íbúa hennar og útkverfu annar staðar. Hún er auðvitað svona hryggjarstykki og svo greinast út frá henni allskyns þræðir sem meðalans var í Grafarholt og annað og sem inn á þetta hryggjarstykki. En svo er hin hliðin, það er að koma restinni af landinu þarna á þetta nes sem er búið að byggja alla þjónustu og allt skipulag á. Og í dag er það þannig auðvitað núna 90-95% landsmanna geta komist á 2 tímum niður í miðbæ með því að hafa flugvöllin þar. Og þar með búið að byggja alla þjónustu upp þannig að það sé hægt og gert ráð fyrir því að við nýtum hana og þannig er gert endalaust ráð fyrir því að maður mæti á fundi og allskís hluti hérna bara inn í miðbæ eins og bara renna niður á Breiðholti sko. Ég verður með hvort að sko spítalinn einmitt festi ekki flugvöllin í 60 frekar en hitt. Hann gerir það allavega hann getur ekki farið fyrir það allavega búin að sýna okkur hvernig við eigum þá geta komist í hann og aðra þjónustu niður í miðbæ með greiðum hætti eins og núna er. Það er annað sem gleymist í sambandi við borgarlínuna og hérna eins og Eyþór segir sko þá getur fólk keyrt á milli staða. Það eru ekki allir sem að vilja
eða eiga bíl. Þetta ferðamáti sem að margir kjósa sér að nota og nýta og svo líka annað mjög mikilvægt við einmitt borgarlínuna að það er verið að lyfta því upp á það er verið að lyfta þessum ferðamáta upp á hærra plan. Þarna verða strætóskýli sem eru upphituð, tíðnin verður nógu ör þannig að fólk þarf aldrei að bíða í lengur en 5-7 mínútur og þetta er framtíðar þáttur. Ég sammála því að við erum að hafa fjölbreytta aðferðir við að fara á milli stað. Ég er einnig að labba sjálfur svona 10 km á dag en við eigum að labba, við eigum að hjóla og þeir sem þurfa að nota almenningssamgöngur og vilja nota þær þeir eru að skilið að fá betri samgöngur. Ég tel að ég að efla strætó, bæta leiðakerfið. Ég myndi vilja sjá börn sem ekki geta haft bílpróf hafa frítt í strætó eins og það hefur verið gert til dæmis í Árborg innan sveitarfélags og auka þannig notkunina. Ég myndi líka vilja laga þessar forgangslínur. Ég tel líka að strætói nota nýja tækni og svo framvegis. En ég er að þeirra skoðunar að fyrsta ég er að lýsa því að fyrsta forgangsmálið í Reykjavík er að bæta vegakerfið með stóra átaki, bæði fyrir fjölskyldubílinn og fyrir strætó. Það er það sem ég held að sé. Við erum ekki að velja endilega hvernig fólk ferðast, en við erum að tryggja að það geti ferðast. En hvar myndur þú vilja bæta vegakerfið? Ég myndi vilja gera heilsteypt módel fyrir höfuðborgarsvæðið, fyrsta lagi, finna hvað flöskuhálsarnir eru. Ég myndi vilja sjá Skerjabraut eins og ég nefndi. Ég myndi líka vilja sjá færri svona ljósastýrð gatnamót, þannig að við værum að fara skynsamlega leið. Þetta er allt spurning með flæðið, ég mun bara vinna með fagaðilum. En þú þarf náttúrulega að stækka, það þarf ekki að fara í erum við ekki þá komnir í mislæg gatnamót? Það er ekki að fara í tröllvaxna lausnir. Ég vil að við vinnum þetta faglega. Þetta er ekki, sko við erum 130.000 manns hérna í borginni. Við erum ekki milljónaborg, en við eigum ekki að vera með umferðartafir sem eru á við milljónaborg. Ég held að þetta sé hægt að leysa og við erum með fagaðilega í þessu til að vinna að þessu. Ég held að borgarlína sé ákveðin hugmynd fyrir framtíðina, fínt að ræða það, en það er orðið svo brýnt að sjúkrabílar komast ekki nægilega leiðarsinnar. Það verður að leysa umferðarvandann, vöxturinn í umferðinni er svo mikill. Já, hér er náttúrulega ekki umferðartafir í líkingu við það sem gerist í milljónaborg, við skulum bara hafa það alveg á hreinu. Það er þá á háannatímanum? Það eru þá 5 mínútur, ég sé þetta á einhverju tímu. Nei, 45 mínútur, ef þú byrjir í Austurborginni. En það réttlætir ekki einhverja milljarða fjárfestingar eins og til að mynda í mislæg. Það eru mjög arðbærar og ég vil aðeins koma inn á það að þú nefnir það. Ég tel að þetta sé einhverja arðbærustu fjárfestingarnar, bæði varðandi slys og örkuml. Það eru hættulegustu vegir og gatnamót landsins eru núna í borginni og það er bara komið tími til að... En þyrftum við þá ekki að setja mislæg gatnamót bara á Miklubrautina, Bústaðaveginn? Ég segi bara notum þær lausnir sem eru hagkvæmastar, förum í átak. Ég ætla ekki að rífast einstök gatnamót. Við þurfum stór átak, við þurfum að vinna með ríkinu og við þurfum að vinna með færustu sérfræðingum. Ég tel að það sé mjög sterkt ákall í borginni eftir breytingum á þessu sviði eins og reyndar á fleiri sviðum. Og það þarf líka að verða hugarfarsbreyting og það þarf að hverfa frá þeirri stefnu sem hefur verið rekin hér og taka upp stefnu sem miðar að því að umferðin verði greiðari og öruggari og það þarf að huga líka sömuleiðis að leiða honum út úr borginni. Ég vil leyfa mér að nefna hérna eitt atriði sem ekki hefur nefnt í umræðinu sem er Sundabrautin, hana sárvantar hérna. Það er mjög alvarlegt ástand á veginum uppi á Kjalarnesi. Hann er hérna hættulegur orðinn beinlínis. Þetta er nú bara partur af hérna hringveginum og alveg til vansa hérna hvernig fyrir þeim vegi er komið, líka það að hann skuli vera bara innbreiður. Þannig að þarna bíða mikil verkefni fyrir vonandi nýjan meirihluta í borg. Hér er alltaf bara verið að tala um áframhaldandi fjárfestingar í innviðum fyrir einkabíla. En það hefur ekki verið áframhaldandi. Já, og það er áframhaldandi fjárfestingar. Við heldum sem líka á rangri braut þar og til dæmis er þetta stórkostlegt tekju og jafnaða mál að bjóða fólk upp á valmöguleika að komast ferða sinna án þess að eiga bíl. Að eiga bíl er dýrt. Það kostar líka pening. 2 bíla, fólk yfirleitt 2 bíla. Það er hægt að ef fólk myndi ekki 2 bíla bara í Reykjavík skils mér að það sé hægt að fækka bílum 60.000 hérna á götunum. 60.000. Ef fólk á ekki 2 bíla. Og það er óþarf að vera bæta. Þannig ég segi við verðum auðvitað líka að fara að bjóða upp á aðra valmöguleika. Alvöru valmöguleika. Og fjárfesta þá í eins og borgarlínu, það er að segja í öflugu, sterku almenningskerfi, það er sem fyrir með mikla tíðni, góða þjónustu, ekki svo strætór í dag.
Nei, ég er sammála því. Ég verður sammála því að það og ég noti strætó og það er fríttistrætó á Akureyri og það gengur mjög og það er fríttistrætó í Árborg ég kom því í gegn fyrir grunnskólabörn. Ég tel að við höfum að nýta strætó betur, að efla strætó. Hluti af því er gatnakerfið, hluti af því að koma fleirum börnum áleiðis og hluti af því er það að vera með greiðari leiðir. Mig langar að fara aðeins annað. Mál málanna hefur verið dómsmálaráðherrann í fjölmiðlum, búið að standa dálítið lengi og skipa hann í Landsrétt. Þá má ég segja að þú hafir svona lent í dálítiðum flækjum hérna í gær, Edvard. Sko, já. Þú varst að verja þetta, varstu að verja þessas gjörð hennar eða segja að þetta kæmi Vinstri grænum ekki við og svo ferðu og segir eiginlega að hún sé að hún eigi að segja af sér. Já, sko, þetta nú... Hvað varst að mér? Hvað var ég að meina? Já, það hefur kannski verið fyrir áskipt. Nei, þetta er tvíþætt sem ég var að reyna að koma að þarna. Já. Annars vegar er nú það sem ég vil sjá gerast auðvitað að við förum að kúltivera þá menningu að pólitíkusar geti tekið ábyrgð á sínum gerðum og þeir stígi til hliðar ef ágjöf kemur á einhverju verð, til dæmis ef þú ferð á því dóm í Hæstarétti þá ætti ráðherra að víkja. Það finnst mér að vera það framtíðarkúltúr sem við eigum, að pólitíkusar taki ábyrgð. Hann er ekki fyrir hendi í dag. Það er svona þaulsettukúltúr í íslenskri pólitík, mikið til eins og hérna í Luxemburg til dæmis, þar sem að menn njóta þess mjög að sitja á sínum stólum sama hvað á dynur. Ég held að við þurfum að fara að kúltivera menningu sem snýr að því að segja ef að menn gera mistök eða klikkar eitthvað þá segja menn, heyrðu, ég tek ábyrgð á þessu, ég stend upp og stíg til hliðar. Og það á ekki að þýða endalok stjórnmálafólks, alls ekki. Það á að vera vitnisburður pólitískt þor og þolgæði að geta stígið til hliðar og sagt, heyrðu, hér gerði ég mistök, nú dreg ég mig til hliðars og ég kem kannski aftur eða hvernig sem það er. Þetta er menning sem ég vil sjá þróa og það er út í þessu samhengi sem ég sé það og lít þannig á að í þessu tilfelli þá þætti mér það eðlilegt. Hún stígi til hliðar, en ég veit ekki hvort það gerist. Vinstri græn gera ekki kröfu það þvert á vilja sjálfstæðismann. Ef sjálfstæðismenn vilja hún sé þarna áfram, þá munum við ekki sprengja ríkisstjórnina út af þessu. Nei. En þannig að það liggur alveg fyrir. En ég vil benda á þetta og það er í þessu... Þú teltir æskilegt að hún segja það? Já, í raun og í samhengi því að við förum að rækta þessa menningu meira, að taka ábyrgð. Hitt sem ég benti á sem að sem þú bendir á að ég sé að reyna fyrir ábyrgð eða slíkt, auðvitað er það rétt að Vinstri græn fóru í ríkisstjórnum Sjálfstæðisflokki, vitandi full vel af þessu máli. Við vissum það alveg fyrirfram og þetta var eitt af því sem var umdeilt á okkar flokksráðsþingi þau samþykktu stjórnarsáttmálinn og annað. Það var alveg bent á þetta og þarna kemur nú ein beinagrindin úr skápnum menn, var alveg sagt. Þannig við gengum vitandi vits að því og auðvitað því leyti ber Vinstri græn ábyrgð á því að hér hún sé dómsmálaráðherra. Að sjálfsögðu, ég ætla ekki að skora undan því. Hins vegar það sem ég sagði og sem hann svolítið svona oft mistúlkað að líka við þurfum, samhliða því að fara að rækta þennan kúltúr sem ég nefndi, við þurfum líka að spyrja að kjósendurnir einhverju kusu auðvitað, ekki ráðherrann, ekki ríkisstjórnina, heldur kusu þá Sjálfstæðisflokkinn með þennan farangur sem hann nú með að mörgu leyti og eigum við ekki að skoða það líka, þurfa kjósendur ekki að skoða hugsin aðeins líka og við skulum segja bera þá einhverju ábyrgð líka sem sagt það er svona þetta ekki koma til greina sem að Vinstri græn fara að sprengja stjórn út af þessu. Mér finnst of miklu fórnað til þess, vegna þess að við erum að vinna góð mál sem að hafa komið skýrt fram í síðustu fjárlagagerð, að koma fram í ríkisfjármálaáætlun, í stjórnarsáttmálunum. Þetta eru góð og sterk mál, vinstri mál sem við erum að koma alveg ótrúlega langt finnst mér í þessu samstarfi. Við leiðum það miklu móð og Katrín auðvitað gerir það og mér finnst ef við ætlum fórnað því öllu fyrir þetta, það finnst mér ótrúlega. Sko, ég veit eiginlega ekki hvað þarf að koma til í íslenskum stjórnmálum til þess að ráðherra eða pólitíkus taki ábyrgð og segja af sér. Og látum vera að fólk gera einhverja glóríur í einkalífinu og erlendis víðast hvar, þá er það nóg til þess að menn stígi niður. En hérna erum við að tala um dómsmálaráðherra þjóðarinnar sem fær á sig dóm úr frá Hæstarétti það að hún braut lög í starfi. Hún skipaði pólitískt í nýtt millidómstig. Ég meina þetta eins og segja, þetta er hinn fullkomni glæpur vegna þess að þeir dómarar sem að núna fengu sæti í Landsrétti, þeir eru æviráðnir og stjórnarskrárvarðir gegn því að þá missa vinnuna. Og hinir fjórir, þeir eru nú held ég ekki flestir komnir í mál við okkur, þannig að sko hver er að bera ábyrgð? Það er allavega ekki dómsmálaráðherra og enginn í ríkisstjórninni. Það eina fólki sem er að bera ábyrgð er almenningur í landinu. Við erum að borga þá þessar miskabætur
til þessa fólks sem að brotið var á. Og mér finnst eiginlega bara súrrealista að búa í svona lýðræðisríki þar sem að dómsmálaráðherra búin að brjóta lög í starfi og segir ekki af sér. Ég veit ekki. En hvað finnst þér þá að Vinstri græn sitji í ríkisstjórn þar sem þetta liðið? Já, mér finnst, ég myndi ekki gera það, en ég segi samt eins og Edvard, sko, þetta erfitt vegna þess að þessi ríkisstjórn, ég mjög ánægð með mjög marga hluti með hana og ég held að hún komi til með að gera frábæra hluti, en þess vegna líka á bara dómsmálaráðherra að sjá sóma sinn í það að leyfa þessu góða fólki að starfa og segja af sér og taka ábyrgð. Hvað segir þú, Ólafur? Já, hér náttúrulega kemur svona fram ákveðin birtingamynd á svona kannski vissum vandkvæðum sem eru á þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Hér eru að vinna saman flokkar sem alla jafna hafa ekki átt samleið í ríkisstjórnum. Síðast voru þessir flokkar saman í ríkisstjórn sem að rofnaði haustið 1946. Já. Það ekki fyrir mjög tíð. Út af Kananum. Út af Kananum. Það fyrir tíð okkar allra. En ég séð, auðvitað átt að menn sig á þessu. Hér tala náttúrulega maður úr efsta lagi forystuflokks ríkisstjórnarinnar. Og það alveg greinilegt að ef maður leggur saman þess atburð ás þá hefur það verið svona metið að það þyrfti svona að koma ákveðið útspil svona til að sefa þá sem eru eitthvað órálegastir þarna og svo er þetta gert á svo miklum hagleik að það svo komið hérna á þennan mikilvæga vettvang og tekin af öll tímanu það að þetta verði ekki til þess að rjúa þetta samstarf með neinum hætti. Þannig að þetta ákveðið svona, þetta svona pólitísk svona ræstitækni og ekki annað en þetta bara að óska manni til hamingju með svona vel útspil. Ég þakka þér hjartanlega fyrir ég nú ekki svo kalkúleraður og makkíavelískur en takk fyrir þetta samt. Ég veit nú ekki hvort ég ykkur ástæða til að Sigurður segja af sér, Eyþór? Mér sýnist það ekki ef Vinstri grænir hafa þessi afstöðu þá er það sjálfur hinn en ég hef ekki fylgst með málinu í smáatriðum en er það ekki rétt að það er Alþingi sem tók þessu ákvörðun? Já. Jú, staðfesti sem skipanir. Já, ég segi að það kom ekki önnur til að var það. Nei. Þannig ábyrgð Alþingis einhver í þessu. Er líka, rétt. Ég er bara að benda það. Svo fyrir ég að skjóta einu innástöð bara, það sem mér finnst svolítið, eins og Sara segir, súrrealist er að það kemur dómur Hæstaréttar og dómsmálaráðherra situr og segir, já, ég er bara ósammála þinn dómi og þar með einhvern veginn dómur Hæstaréttar Íslands sem hingað til nú helsti lögskýrandi landsins, orðin bara eins og hverjum skoðun út í bæ. Það finnst mér mjög sérstakt, Mér finnst einhvern veginn líka við þurfum að bera virðingu fyrir þeim stofnunum sem við eigum og Hæstiréttur nú eina af þessum lykilstofnunum, myndi ég segja. Og þá finnst mér ekki gott að Ef Hæstiréttur segir við mig sem óbreyttan borgari í svona landi að ég verð að gera eitthvað þá ég vist ekki annarra möguleika. Nei, þú átti fáa kostið, Ég get ekki einhvern veginn bara valið að taka mark á hann eða ekki. En það birtingamið svolítið af menningu sem hér ríkir líka, Það er einhvern veginn bara, það er bara, Hæstiréttur, það er bara, þetta er bara skoðun. Og það finnst mér ekki rétt, Það er hættuleg braut. Ég ætla að nefna, það er nú svona aðeins að sneiðasta tíman, ég ætla að nefna að það eru var dálítið viðsnúningur, má ég segja, að Vinstri græn hafi hugsanlega verið að losna við dálítið svona óþægilega mál fyrir þá, sem í, varðandi uppbyggingu á stóriðju og fleira á Íslandi, olíuvinnslu, nú er það er settur punktur bak við Drekasvæðið, líklega, og verður líklega erfitt að draga fleiri erlendra aðila þar á borðinu, og svo er kísilmálverksmiðjan, hún fór í gjaldþrot og spurning hvort að tekst að ræsa hann aftur, er þetta ekki fagnaðarefni fyrir Vinstri græn? Það var ekki Steingrímur J sem veitti olíuleyfið á sínum tíma? Já, það var nú hluta lengra ferli, og þetta var nú svona stimpilafgreiðsla meira, það tilfelli, en auðvitað var reyndist það okkur erfitt líka, þetta er nú tvennt kannski aðskili, auðvitað er það ekki fagnaðarefni að fyrirtæki fari svona illa fallit eins og United Silicon á Reykjanesi, það er auðvitað ekkert fagnaðarefni, það stapa mikil viktir og mikil orka sem fer í þetta, en auðvitað hins vegar að því sögðu þá hefði náttúrulega standa bara betur að því verkefni, það hefði mátt vanda sig meira. Og það er alveg ljóst að þarna hefur eitthvað verulega illa misfarist í uppbyggingunni og í skipulaginu og planinu. Ég held að menn hafi farið fram að meira kapp með forsjá. Þarna. Það er eitt, Þannig ég ætla ekki beinlínis að fagna því þarna farið hlutir á renna á raskatið. En hins vegar hvað varðar olíuleitina á Drekasvæði, þá var það í mínu viti fallið ævintýri frá upphafi. Og við erum bara farin í nýja framtíð í nýju orkuumhverfi. Og olía sem verður tekin á 2000 metra dýpi í Norðurshöfum
verður ekki hluti af þeirri framtíð. Og ég bara, og það grein, og ég þarf ekki einu svona að segja það sem umhverfisverndar sinni, sko. Það bara greinlegt að þannig meta það kínversk fyrirtæki og norsk fyrirtæki líka. Þeir sem hafa þekkinguna og fjármagnið, þeir eru ekki að fara í þetta. Það bara af einfaldri ástæðu. Það önnur framtíð sem að teiknast upp í þessum stóra heimi orkumáluna. Já, Ólafur, heldur ekki bara hægt að setja punkt aftan við þetta? Það gæti nú litið þannig út, líka vegna síðustu orða sem Sunneva mis hérna, sko. Það er náttúrulega kannski ekki langt í það að það sko skapist aðrir möguleikar á orkuvinnslu. Ég meina, það eru vindmyllur innan seilingar, það er ekki langt í það að sjávarföllin verði virkjuð. Það er að þróast náttúrulega tækni með því að virkja sólarorkunar. Ég meina, þetta er allt bara ekki mjög langt undan. Þannig að það að ætla sér að sækja þessi efni hérna lengst niður á hafsbotn með öllu þeim tilkostnaði, maður spyr sig hvort að og áhætta líka, já, fyrsta lagi spurningum peninga og áhættu, þannig að maður spyr sig í raun og veru hvort að þetta eigi sér nokkra framtíð og þeir sem hafa greitt þarna atkvæði með fótbolnum, náttúrulega Kínverjarnir og Norðmennirnir, það er kannski, og það eru þetta eins og Edvard bendir á, það eru þetta menn sem að... En Norðmenn eru sem að hætta að dæla olíu, þeir eru alveg að í Barentshafi og það er alltaf Rússar að koma inn líka og þannig að þú veist, menn eru ekki hættir að dæla olíu. Eyþór, hvað segir þú þessa atburði? Nú er verið viðreiðin einhverja iðnaðaruppbyggingu í Thors, nei, í hvað fyrir þeir koma að Thorsil og Bekormal náttúrulega sem Tryggvi þekkir, sem er nú verkefni sem ég er mjög stoltur af. Þar hefur komið þangað? Já, skoða það margótt. Það er hreinni landspítalinn held ég. Hvað er það? Á Akureyri, Bekormal. Það er yfir þrýstingur inni, það er ekki drygg þar inni. Þetta er næststærsti útflytjandi á Norðurlandi og það sem er að framleiða þar er hátæknibúnaður í vindmyllur. Flesta vindmyllur í Evrópu nota búnað frá Bekormal og ég hef sagt það að það kemur grænorka inn og síðan byrja til grænorku í framhaldinu. En hvað með sílikor? Sko, sílikor á Grundarþanga. Nei, nú ruglar maður svo saman. United er búið, það sést mér. Og það er náttúrulega bara sorgarferli og hefur skaðað alla niðurinn á Íslandi. Ég held að það hefur ekkert mál auki líkurnar á sæstrengum jafn mikið og United Silicon. Á því að við förum að segja Já, ég segi það. Einu segir það svona kannski í gríni, en þetta er náttúrulega mikil hrakkfallasaga en iðnaðurinn er á Íslandi mjög merkur án iðnaðarins og þeirra þekkingar sem eru orðið í þessi verkfræði. Þá værum við ekki með jafn sterkar deildir í háskólanum, nefnir sinni dæmi. Þannig að við mögum ekki afskrifa iðnaðinn, en hann þarf að vera hreinn og hann þarf að vera góður. Sara? Sko, ég er bara svo ánægð með umhverfisráðherra að ég hef bara eiginlega áhyggjur af þessu eins og vel. Ég er bara því snilldar ákvörðun hjá Katrínu Jakobsdóttur að fá hann mumma í það hlutverk og ég hef, eins og ég segi, ekki áhyggjur af því að það verði önnur svona katastrófa eins og United Silicon. Nei, ég hef ekki trúið að þetta geti gerst aftur. Bara rétt af því þú ert ferðamála prófessor frá Akureyri. Já. Þeir þurfum að fá blindfúsbúnað á Akureyri. Jú, það var nefnt til þess að þar að segja. Það þurfum svona frálengur. Já, þetta var nú bara óláð náttúrulega í tvö skipti að þotan kemur akkurat úr norðri í akkurat í blindhríð og þá náttúrulega náður ekki að lenda vegna það er engin blindfúsbúnaður úr norðri. Yfirleitt er það nú þannig að þegar blind er að þá er það í norðan stórhríð og kolvitlausu veðri. Og þá hvort þeir ekki reynt aðflugur norðri. En núna vildi svo til að í tvö skipti þá svona logn drífa og alveg þétt. En verður hægt að laga þetta? Já, það er komið það verður held í október settur upp gamall lesbúnað frá Keflavík. Þetta er ekki alveg hið besta, ég meina við vildum helst fá nýjan. En þá leysir hann þetta mál allavega að þegar vindur er minna en 10 metrar á sekúndu í stélið úr norðri, að þá verður hægt að lenda og þá verður hægt að fljúga með farþega inn á Akureyri. Já, en eins og ég segi, ég minni bara á að stórhríðirnar okkar þær eru yfirleitt að norðan og yfirleitt með einhverju vindi, þannig að þetta kannski leysir ekki allt. En þessi tvö mjög óheppilegu skipti myndi það allavega leysa. En á það framtíð fyrir sér að fljúga með farþega til Akureyrar? Já, sjálfsögðu það, rétt eins og aðra norðlæga staði í beinu flugi, en kjarninn í því er auðvitað ekki það að fá flugfélög til verksins, það er kjarninn í því að fá ferðaskrifstofu til verksins sem bjóða ferðapakka. En er ferðamennskjan ekki hvað sem er að fara að draga saman hérna? Nei, það er ekki að tala um Ísland alls staðar sem okurland og... Ég hef bent mikið á það í þessu samhengi að það sem stýrir þróun ferðamennsku á Íslandi og ferðaþjónustunnar og fjölgunnar, það er flugið, númer 1, 2 og 3. Það er þessi ráðandi þáttur. Og verð á flugi til landsins, það er bara á hreinni niðurleið. Bara alls þar í heiminum. Það er alltaf verið að dæla inn farþegum, en það er alltaf rosa mikið svona
á þessum rúndi til og frá Ameríku. Jú, og þess vegna þurfum við, og það kemur líka inn í bæ. Það lóðbeint samhengi milli sko kemur inn í landi og það. Það sem þarf að gera, það þarf að dreifa þeim auðvitað, og reynda dreifir ekki fólki, en það gerur bara með því að bjóða upp á aðgengi. Með öðrum orðum það þarf að tengja Keflavík betur við restina af landinu, til að bjóða upp á aðgengi landið, og svo þetta möguleika beinu leiguflugi eins og við erum með í gangi. En það er þá ekki bara að flytja inn eða flugi til Keflavíkur? Sko, ef við væri bara ferðaþjónustu, hagsmuni ferðaþjónustunnar að ræða, þá væri það auðvitað hið besta. Þannig að það þarf kannski að blanda þessu saman, Reykjavík og Keflavík. Já, sko, það þarf, eins og ég sagði áðan, það þarf að leysa það hvernig við á landsbyggðinni, sem núna í gegnum áraraðir hefur verið gert það, að þurfa að sækja allt niður í miðbæ, að það þarf að leysa það áður en flugvöllurinn fer. Eyþór, þú varst í 2102, var það ekki, hérna á móti flugvöllunum? Jú, sko, Trausti Valsson, þá ágæti maður, hann var með áhugaverð hugmynd að flytja flugbrautirnar út í Skerjafjörð. Mér fannst það áhugaverð hugmynd, því þá hefði verið hægt að fara í uppbyggingu í Vatnsmýri, en jafnframt að tryggja að flugvöllurinn væri áfram í miðborginni. Sú hugmynd var stegin út af borðinu, var ekki til dæmis inn í Rögnunefndinni, og ég er alveg sammála að tryggja að höfuðborgin þarf að hafa flugsamgöngur. Ég segi þetta er okkar lestarstöð. Ég var að tala við stórmerkilega mannan Dagfinn Stefánsson flugstjóra. Hann var að sýna með kortin af flugvöllunum á Bessastaðanesi sem hann sagði væri besta flugvallarstæði á Íslandi og það þarf ekkert annað en að ég meina forsetinn sér þá nokkra flugvélar þarna fyrir utan. Já. En það voru Ameríkanar sem komist að því á sínum tíma. Það var merkilegt. En ég held að höfuðborgin, við erum sammála um að halda landinu í byggð. Við verðum að hafa þessa lestarstöð í höfuðborginni sem að tengja landið. Við verðum að slíta, sko, nú ætlum ég að fá þig bara til að fara burt, Eyþór. Ég þakka þér fyrir þú bara eigast við þig hérna dálítið. Ég ætla að fá Sólveigu Önnu Jónsdóttur sem er í frambúði hérna hjá Eflingu. Takk.